þessu fósturjörði þar víkingar búa. Blái gulir allir grúa, við sameinaðir stöndum á hvaða velli sem siglum seglum böndum. Komið í sæl og eru velkomin til leiks í lengdeild karla í knattspyrnu. Við byrjum á að lesa upp leikgestina. Þar í markinu nr. 1 Sindri Kristinn Ólafsson, nr. 2 Anton Freyr Hauks Guðlaugsson, nr. 3 Andri Fannar Freysson, nr. 4 Ignacio Hera Sangata, nr. 7 Davíð Snær Jóhannsson, nr. 8 Ari Steinn Guðmundsson, nr. 11 Adam Ægir Pálsson, nr. 16 Sindri Þór Guðmundsson, nr. 23 Joseph Arthur Gibbs, nr. 24 Rúnar Þór Sigurðsson og nr. 99 er Kian Paul James Williams. Þjálfarar Keflavíkur eru Eysteinn Húni Hauksson og Sigurður Ragnar Eyjólfsson. Þá er komið að heimamanna. Þar í markinu nr. 1 Brynjar Atli Bragason, nr. 3 Michael Newberry, nr. 7 Ívar Reynir Antonsson, nr. 8 Daniel Snorri Guðlaugsson, nr. 11 Billy J. Steppmann, nr. 13 fyrirliðinn Emil Dokara, nr. 16 Bjartur Bjarmi Barkason, nr. 18 Ólafur Bjarni Hákonarson, nr. 20 Vítor Viera Tómas, nr. 21 Pétur Steinar Jóhannsson og nr. 22 er Vigni Snær Stefánsson. Þjálfari Víkings Ó er Jón Páll Pálmason og honum til aðstoðar er Brynjar Kristmundsson. Dómari þessa leiks er Kristinn Friðrik Hrafnsson. Aðstoðarmenn hans eru Daniel Ingi Þórisson og Guðmundur Valgeirsson. Eftirlitsmaður Guðmundur Sigurðsson. Áfram Víkingur! Keflavík sækir í hina áttina. Kæri Keflvíkingar, kæru áhorfendur, velkominir til leiks með okkur í Keflavík TV. Víkingar eru albláir, sækja átt á sundlaugin hérna á Ólafsvík og Keflvíkingar eru alhvítir. Jæja, þá hefja Ólafsvíkingar sókn, eða hefja leik. En ég vil minna á það að hvorki myndavélin né við hérna sjáum allan völlinn. Þannig að ég geri bara eins vel og ég get. Þá komu Keflvíkingar hérna með boltan á miðsvæðinu, sendingin út að Sindra Þór. Hann var með hérna Joey með sér en sendingin náði ekki á hann, en þá komu Ólafsvíkingar hérna. Þeir hérna bæði liðar að koma erfiðum bikarleikjum þar sem þau duttu bæði út. Víkingar mættu nöfnum sínum í Reykjavík og duttu út á vítaspyrnukeppni og Keflvíkingar duttu út á móti Blikum. Þetta er hörkuleik í Kópavogi. En Keflvíkingar hérna með boltan en Sindri hreinsa bara út fyrir og Víkingar eiga innkast. Koma hérna Ólafsvíkingar hérna, láta boltan ganga vel. Koma með langa bolta og boltin út af og Keflvíkingar fá innkastið, taka strax og Ari tekur vel á móti boltanum en þeir koma ekki boltanum ekki lengra en það kemur Sindri Þór, hann finnir Kian í fætur, sem skilur hann bara tilbaka og það þá tveir á miðsvæðarliðsynum þessa stundina, það bæði Frans og Magnús Þórir, báðir fyrirliðar, en þá kemur langur bolt á Kian. Hvað gerir Kian? Hann nær þessu, nær honum og sendi ekki fyrir markið, beint í fangi á Brynjari markverði sem í láni frá Breiðablik ætla að koma frá Njarðvík.
Á kemur eitt bolti en Sindri nær honum strax. Víkingar unnu hérna komaður hérna í sókn en Keflvíkingar komast í veg fyrir þetta en þeir berjast Víkingarnir. Góð barátta í heimamönnum hérna og komaður með sendingunni en þeir boltinn nær hann ekki alveg boltanum að þeir fá innkast Keflvíkingarnir. Keflvíkingar hafa haft betur í öllum sínum viðreynum á móti Víkingum hérna í deild en það telur ekkert hérna í dag. Þá koma Víkingarnir bara að senda tilbaka Brynjar og tekur á móti boltanum og Brynjar allir feikilega efnilegu markvörður. Spila með Njarðvík í fyrra og það sem hann uppalinn en þá kemur hérna sendingu en Adam ægir nær boltanum en hann missir sendingin allir ekki rétta menn og Keflvíkingar pressa. Þeir fínt að stað hérna en þá koma þeir hérna en Víkingarnir koma sér boltan og þeir koma hérna ennþá og eru að finna opnunir í Keflavíkurvörninni en Keflvíkingar Anton Freyr sterkur og kemur þessu Davíð rennur inn á vellinum og Ari rennur á vellinum og Víkingarnir koma þessu frá og er hérna Emil en Víkingar hafa verið að gæla við efstu deild en það komið tvisvar upp en þeir hafa einsinni að halda sér uppi og hafa alltaf verið erfið heima að sækja. Það koma hérna Nacho til varnar og þeir hérna vilja aukaspyrnu og jú, þeir fá aukaspyrnuna. Aukaspyrna Víkingar. Nei, þetta er alltaf. Þá koma Víkingar hérna með aukaspyrnu. Koma Víkingarnir hérna. Það kemur aukaspyrnan og þeir senda fyrir markið og það kemur ekkert út úr þessu. Markspyrnan kemur hérna og Keflvíkingarnir reyna nú að spila alltaf frá marki. Það kemur Nacho hérna með sendingu á Rúnar og hann reynir að finna Ara en fína pressa hjá Keflavík. Keflvíkingar hérna með boltan. Sendingin á Kían sem kemur boltanum á Davíð og hann finnur Nacho. Nacho með langa bolta hérna en Víkingarnir ná þessu. Markspyrnu Víkingarnir og það er Brynjar að kemur langa bolta hérna og Sindri nær að skalla boltan áfram og Keflvíkingarnir að berjast hérna. Fín baráttu í Keflvíkingunum og að brota á þeim og
Dómari leiksins er Kristinn Friðrik Hrafnsson. Hefur hingað til bara verið að gera þetta nokkuð vel. Þeir að koma Keflvíkingarnir að koma með aukaspyrnuna en hún er ekki nógu góð og Víkingar skalla tilbaka og Sindri þá kemur með sendinguna á kemur Kían. Hvað gerir Kían? Kían tapar boltanum og Víkingarnir koma. Það er ekki alveg hver að vara en sorry. Það er fínt að vera hliðarkveikja. Já, þá kemur Sindri hann kemur og með náður sendingu sem marki á Ari. Hvað gerir Ari? Og Víkingarnir ná að koma fyrir þetta og þeir Kían Sindri kemur, býður sér frá og innkastið og Keflvíkingarnir vinna boltan. Anton kemur með háan bolta fyrir. Það kemur en Víkingarnir hreinsa frá. Ná boltanum á fínasta útspilina. Og Keflvíkingarnir ná að koma sér út af og Víkingarnir drífa sig í að taka innkastið. Og koma þær inn á boltanum komið með sendinguna upp í hornið og Sindri nær að koma fyrir þetta en hann nær hann ekki alveg vinlega og Dokkar þeir ná boltanum komið með sendinguna en þetta er beint á Ara sem sendi boltan eitthvað og Víkingarnir ná að halda honum fín barð hjá heimunum. Völlurinn á fínum staðinn í bænum þar sem fólk sem er með góða svalir geta bara setið út í góðu chilli og horft á leikinn. Víkingarnir ekkert að rukka aukalega fyrir það. Það kom Keflvíkingar Víkingarnir spila mjög þétt. Það gefa ekki neinn afslátt á hörku en Keflvíkingarnir gera það ekki heldur. Kemur Rúnar hann kemur með háa bolta en þar er engin Keflvíkingur en bara leikmenn Víkingarna. Brynjar tekur hann bara upp og komaður það kemur Joey, hann finnur Ara sem sendur hann á Kían sem nær ekki að taka með sér og boltinn endur hjá Brynjar alltaf. Þá komaður Keflvíkingar vinna boltan vel gert hjá Iheanacho, hann berst og Adam ægir nær boltanum og Víkingarnir að brota á honum og Víkingarnir heimta spjaldina en það er ekki það hart en aukarsmunnan langur bolti og tekur vel á mótunum og reyna að leika á Sindra sem lætur bolta bara að fara út af. Nei, hann er ekki að fara út af en Keflvíkingarnir á boltanum og Sindri Kristinn fær sendingu tilbaka og
Keflvíkingar leikmenn Víkinga halda pressinu vel. Láttu Keflvíkingar hafa fyrir þessu. Víkingar skiptu fyrir tímabilið þjálfara þar sem Eyjúb Púrisevits fór til Reykjavíkur og þeir eru með Jón Pál Pálmason sem aðalþjálfara í þetta núna. Eftir að Eyjúb hafi stýrt liðinu alveg liggur við alla mína tíð, þá kemur sendingin fyrir markið og Davíð skattar tilbaka. Adamey tekur við boltanum, hann er aðþrengdur og hann kemur Rúnar, býður sig og Víkingarnir þeir vilja fá hendi í Keflvíkingarnir en mér hefði þótt að ansi hart þar sem Víkingur var með bolta með síðum en annars var ekki dæmt á þetta og Keflvíkingarnir fá innkastið hérna. Og sendingin kemur upp og Joey með boltanum. Hvað gerir hann? Hann er ennþá með boltan og kemur með Adamey en Víkingarnir eiga boltan. Þeir hérna koma hérna með innkastið og Keflvíkingarnir ná að vinna boltan hérna en Víkingarnir, þetta er þess að ping-pong spilið hérna akkurat núna. Og Anton hérna með boltan en þeir ná boltanum hérna og það er dæmt henda á þá. Rúnar Þór sér allar öll svona föst leikatriði. Þá kemur Rúnar hérna með sendingin á tegin og hann hár bolti en þetta fer bara yfir allt saman og Víkingar eiga markspinnu. Og ekki markspinnan og Rúnar vinnur þetta. Sindri vinnur boltan svo tilbaka. Kían er með boltan hérna. Davíð lætur hann að fara og sendingin aftur á Anton sem sendir aftur á Kían. Kían hérna sendir hann upp í kantinn á Ara sem nær honum held ég, nei nær honum ekki. Og Víkingar eiga markspinnu. Kemur markspinnan og Víkingarnir Keflvíkingarnir skella frá, Víkingarnir náðu boltanum og Keflvíkingarnir náðu boltanum aftur frá. Þá koma Víkingarnir á góðan bolta og Sindri ætti nú bara að drífa sig aftur í markið. Og þá koma Víkingarnir á flott spil og komin í tegið með gott með skotið, þá byrjum við markið. Kemur Natsjó með sendingu og Adam nær honum, eða Rúnar nær honum og sendir hann á Joey Gibbs sem sendir hann á Ara sem tapar boltanum en var næstum að ná honum og Adamey vinnur hann en tapar honum. Sindri nær honum á endanum og Kían sendir á Adamey sem kemur
Skýra netti fyrir Kían. Hvað gerir Kían? Hann kemur kantinn og að brotið á honum. En ekki dæmt og í Víkingarnir komið sér í hornspyrnu. Ég sá þetta ekki alveg. Flott svona. Ef ég er hérna með þá sé ég ekki hérna með sko. Þannig að ég verð eiginlega bara að vera hérna með sko. Það kemur hornspyrnun og það er Rúna sem tekur hana. Það kemur hornspyrnun á tegin og skalli en Víkingarnir hreinsir þetta frá. Það er innkast sem Keflavík á. Það kemur Rúna með langt innkast og hann tekur hann á tegin og Anton en tapar skallinu og Keflavíkarnir er að pressa að vinna boltan og vilja fá eitthvað en það er ekki dæmt á þetta nema innkast sem Keflavík á. Rúna virðist hafa meitt sig eitthvað en skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Það eru hérna 3 leikir hérna og það kemur ekkert út úr þessu innkasti nema Kían er boltanum og sendir fyrir markið og Anton er skallanum en Brynjar allir grípur þetta en það eru 3 leikir afturlending í BVF sem er staðan 0-0 okkar leikur það er 0-0 ennþá Magni fram 1-1 og leiknir Framkús fyrir 1-2 fyrir Þór fyrir austan en þá koma Víkingarnir inn að spila frá aftur. Og þá koma Víkingarnir inn að með sendingu. Þeir ná honum, svo með sendinguna. Og það gera Víkingar, þeir koma með fyrirgjöfina og skalli frá. Sindri nær honum og heldur honum, kemur við fyrir að fara í horn og Keflavíkarnir hreins ennþá lengra frá. Joey Gibson að brýtur af sér. Fær hann tiltal frá dómarunum. Og þarf hjá Joey að brjóta svona á sér. Það komar hérna. Það er nú brotið en hann berja þessi boltan og hann fellir að situr að löpinn í hann og held að þetta bara rétt. Komaði með langa bolta. Keflavíkarnir hreins þetta að ná að skalla þetta frá og Sindri bjargar næstum því. Komar hérna. Ég held að það sé fyrsta hornspyrna Víkinga. Þá kemur hornspyrnan. Hún er tekið með frá mjörðinni og siglir fram hjá Arnur Pakkan þá til að Víkingar halda boltanum ennþá og hann er nú sýnir sem brot á Víkingunum en Keflavíkar taka innkast strax Adamæðin er boltanum Kían tekur hann og Sindri fær boltan og hvað gerir Sindri? Tappar innkast nei, Víkingar fá innkastið kemur innkastið Keflavíkar að vinna boltan. Sjónum okkar hérna í
í skúrnum ekki nóg gott, þannig að ég kem til með að ruglast eitthvað. Þannig ég biðst bara afsökunar fyrir fram á því. Hann kemur Adam Ægir en hann nær ekki taka boltan með sér. Og Víkingarnir koma skjölfari í boltan og senda boltan út af og Keflvíkingar eiga innkast. Þá koma Keflvíkingar en Víkingar vinna boltan. Þá koma Keflvíkingar með innkastið og Adam nær ekki boltanum og setja hann bara út fyrir, þannig að Víkingar er innkast. Keflvíkingar hafa verið að ógna aðeins meira en Víkingarnir samt hættulegir fram á við, þannig að þeir eiga líka menn á bekknum. Taka hérna aukaspyrnuna og þeirra fyrtsnúningur hjá Emir og það er brotið á honum. Það koma Víkingarnir fínasta sókn, hvað gerist núna? Keflvíkingar koma fyrir og þeir Sindri þarf að slá þetta aftur fyrir markið. Þannig að fyrsta svona álfuru færi sem Víkingarnir fá. Það var að taka aukaspyrnuna, hornspyrnuna stutt og Keflvíkingarnir komið svo aftur í innkast, þannig að sóknin er ekki alveg farin frá þeim en Keflvíkingarnir halda áfram að koma, þannig að þeir reyna að tefja eins mikið og hægt er, þannig að það kom ekkert flæði í leikinn þeim. Þá kom Víkingarnir en gerðum að sjá mikið barð en Keflvíkingar eiga aukaspyrnu. Víkingar var að gera skiptingu, ég held að Gonzalo Samarano sem kom inn á. Það er eitthvað meiðsli. Heimamenn gera sína fyrstu breytingu út af þeir nummer 13 fyrir liðin Emir Dokara og inn á kemur nummer 19 Gonzalo Samarano León. Þeir eru að koma með Gonzalo inn á og Emil er farin út að hann hefur eitthvað meiðst en þeir hafa fært menn því að Gonzalo er kantari. Þá koma Keflvíkingar inn að. Og þá kemur sendingina og Brynjar Atli með að grípa hann en það er Joey Gibbs á sig, hann mittist nú ekkert við þetta þannig að það er bara áfram gakk. Það kemur góður marksmenn að Víkingarnir ná boltanum og þá kemur sending upp á kant og
Víkingarnir á sendingu fyrir markið en það fer bara í hornspyrnu. Hornspyrna hún tíkir strax og þeir sendir henni í teig og það kemur en Rúnar nær að stela boltanum, hann hleypur á stað og sendir boltan alltaf langt frá sér og tapar boltanum. Það heyrir en lætin árundunum í gæðin. Það bara fjör. Og Adam Ægir skallar hann tilbaka Sindra Kristinn sem Víkingar fengu hérna inn Harley Villard frá Fylki eftir að hann fekk heimþrá og vildi koma aftur í Víking í Ólafsvík. Ég skil það vel en það fallegur bær. Vona ég sé valkvæm aftur í Keflavík eftir þessu sumari en þá koma þeir með boltan en boltin er laus og Víkingar ná honum en Keflingar ná honum. Andri Fannar sendur að Kían, hvað gerir Kían? Hann fer á varnarmann og skotið á Brynjar vel. Fínasta skot frá Brynjar alltaf og Kían nær ekki að halda honum inn á vellinum og það er markspinna. Fyrsta svona álfur tækifæri Keflavíkur sem enda með skoti og og Brynjar allir vel þetta bara vel. Og þá kemur markspinnan. Adam Ægir, hann sendir á Ara sem tekur vel á móti boltanum en Víkingarnir hrifsa hann af honum og dæmt aukaspinnu á það. Og þá kemur hérna Adam Ægir tekur þessa aukaspinnu. Adam Ægir tekur þetta. Það kemur háan boltinn á teginn og Víkingarnir skalla frá. Rúnar kemur að Kían kemur að Rúnar. Víkingarnir komast fyrir en Keflingarnir vinna boltan strax og það kemur Adam Ægir, hann kemur reynir að leika á og kemur skot beint í fangi á Brynjar sem grípur þetta bara næsta auðvitað. Hvað gerir sen að Brynjar missir boltan í gennum klofa á sér en hann er að bjarga þessu. Þetta verður nú klaufarlegt fyrir hann að missa boltan í markið. En Keflingarnir halda pressinu gangandi og gefa Víkingum engan frið. Kían vinnur boltan og sendir hann á Ara sem sendir hann aftur á Kían og Kían sendir á Adam sem róar það niður og sendir á Joey. Adam fær hann aftur og fer hérna en Víkingarnir fá boltan í lappir og hreinsa frá. Keflingarnir grimmir og vinna boltan. Fínasta sending og Ari sendir aftur á Adam sem fer á leikmann og skoti og það fer fram í markinu. Þeir eru aðeins að fara að þora að skjóta meira en á markið og það er bara gott. Það segja þið fara að skjóta bara boltanum inn. Og hann er með langa bolta en þá koma Keflingarnir fara upp í hvert skattaboltan fætur öðrum og flott móttaka að brota á Joey en Sindri er með sendinguna fyrir markið og boltinn fer út af
Fínast en Joey vildi held ég fá aukaspyrnu við brotið en ég held að það sé bara það bara var óþarfi að dæma það. Það kemur markspillan og Keflvíkingarnir vinna boltan og Keflvíkingarnir örlítið betri sóknarlega. Það koma Adam og Adam er skotið og Brynjar slær hann og Ari nær boltanum og þeir henda sér fyrir og það er hornspyrna. Það skot hjá Adami sem Brynjar ekki halda. Adam er þetta er hornspyrna. Og þá kemur Adam að gera sig kláran til að taka aukaspyrnu. Og aukaspyrnan kemur, hornspyrnan kemur og þeir sem ná að skartleika frá og þá kemur Davíð. Hann er ekki í skotinu, Víkingarnir henda sig fyrir og Kían kemur tilbaka á Sindra og Sindri sendir hann. Og þetta er boltið sem Víkingur á. Já, eiga aukaspyrnu hérna. Ég held að þetta hafi verið rangstaða. Þannig að þeir láta bara Brynjar alltaf sjá þetta. Það er einhverjir Víkingar að horfa á þetta. Það sjá þetta á. Það kemur hérna, þetta er svo sem fínt og kemur hérna inn á boltanum hérna. Davíð snæður, hvað gerir Davíð? Hann nær ekki valda boltanum og Víkingarnir vinna hann og þannig að kemur, hvað gerist núna? Víkingarnir kom hérna, hann fer fram á, nei hann er ekki, hann sendir fyrir markið og þeir snæður boltanum með Sindri nær að koma vekk fyrir sendinguna og kemur Sindri og hann sendur að Ara sem sendir aftur á Sindri og Ari, hvað gerir Ari nær að boltanum? Já, held ég sem svarið því að Keflavík á innkast. Hálfpartinn gíska það sem gerist, það sem ég sé ekki. Hvíti skúri sem ég sjá inn í mynd, það er skúri sem við erum inn í. Það kemur hérna Víkingarnir á boltanum og þeir koma sinna af, hann kemur sér fram í nokkrum mönnum en Davíð reynir að hindra för hans en hann nærði ekki og þá kemur hann bara ennþá með boltan, sendir aftur á mann og hann hleypur inn í þvögu og missir boltan og Keflvíkingarnir koma sér frá og það liggur í Keflvíkingar á vellinum. Skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Jú. Hann virðist að fengja hann á sig og Anton ætti að sanda þetta á sér þar sem hann er nú grjótharður. Það koma Víkingarnir hérna. En staðan í Mosó er 1-0 fyrir IBVF. Þar er Víðir Þorvarðarson með markið og frammi komið yfir á móti Magna. En annars staðan bara svo sama. Sindri nær boltanum og heldur honum inn á og kemur honum að nafna Sindra Kristinn. Kían tekur með boltanum og sendur hann á Andra Fannar sem það spila þessi vartan sinni að miðmaður þessum leik þar sem eru meiðsli. Keflvíkingarnir gáfu bóðstaklega allt sitt í síðasta leik á móti Blikum. Þá kemur hérna Joe Gibbs tekur undir boltanum og hann leitar á möguleikum og finnur hann í Adamægi sem finnur Davíð
sem finnir Sindra. Hvað gerir Sindri? Sendir hann á Ara sem nær ekki taka boltan og missir hann út fyrir eða aftur fyrir endamörk. Og langur bolti sem Anton Freyr vinnur og Kían heldur honum inn á. Komaður með sendinguna en það koma úrsýningar hérna, langa bolta og hann ætti nú að ná þessu, jújú. Hann nær honum og Keflvíkingarnir ná að stoppa. Koma hann á Keflvíkingar hérna út aukaspyrnu við miðjulínuna og þá kemur Adam fíblar hérna upp skónum og sendir mig fyrir markið og skalli rétt framhjá markinu eða fyrir framhjá markinu og þetta er hotspinna sem Keflavík á. Rúnar hleypur til að fara að taka hana. Hotspinn inn á tegin en Brynjar Gatti grípur þetta. Kemur hérna boltanum en hann nær ekki léleg spyrna hjá honum og hann sparkar hann bara út af. Bolti sem Keflavík á. Kemur hérna Sindri Þór fær boltan hérna og Víkingarnir hérna örlítið að koma sér inn í leikinn og ná hérna fínu spilkafla og sendingin kemur hérna og Keflvíkingarnir komast fyrir þetta og Adam Ægir með boltanum og sendir hann bara út á Keflvíkingar ásamt innkastið. Þá kemur hérna Keflavík aftur og það finnum við að stytta sér í leikhlé. Kemur sendingin hérna og hann nær honum, já svarar við því og hann kemur hérna en boltinn er settur í horn, þannig að Adam gerir svolítið kláran til að taka hornspinnu. Þá kemur Adam hérna, hún kemur inn á tegin og skalli og hvað gerist núna og hann nær honum aftur fyrir markið og skalli en Keflavík er ekki að skalla markið og þá kemur Adam með skotið og það er bara framhjá öllu saman. Það mátti ekki miklu muna.
bolti sem Víkingar eiga og Brynjar Keflavík átti víst innkastið og innkastið fyrir beint í hendunar á Brynjari sem grípur vel. Og hann kemur markspinnan og fyrir beint á Anton. Þarna rennur Víkingurinn og Kían nær boltanum og Davíð sendir aftur til Adams og Adam kemur sér í vandræði og missir og brýtur af sér og Víkingur eiga aukaspyrnu. Það kemur aukaspyrnan og hún Anton skattanum en það brotið hérna á Joey sem það kemur Adam hérna, hann með Rúnar með sér en sendir inn í tegin og Víkingarnir hreins aftur frá. Þetta ná en að Rúnar ætlar að finna Adam en finnur hann ekki. En að bekknum með Keflavík eiga Adam Árnason og Dag Inga og Helga Þór sem geta alveg komið inn og skapað usla frammi. Keflavík kemur með innkastið en finnur ekki möguleikann að fram á við. Sindri Þór tekur vel á móti boltanum og hann með Kían með sér, hann notar hann. Hvað gerir Kían? Finnur Sindra sem lætur boltan fara en Víkingarnir hreinsa frá og beint í innkast. Og þannig kemur Anton sköllar á Ara sem sendir hann á Sindra sem fær boltan aftur, flott samspil. Sindri með sendinguna fyrir markið og Keflvíkingarnir gera ekkert mikið með þetta og svo kemur skot og beint á fangja á Brynjari sem þarf ekki nema að grípa boltan. Og þá flautar dómar til hálfleiks þannig að staðan 0-0 í þessum fína leik og við komum tilbaka eftir korter.
Jups, við erum komið áttur. Jæja, þá erum við komið aftur til seinni hálfleiks. Í svona fljótu bragði sé ég enga skiptingar. En nú sækja Keflvíkingar í átt af sundlauginni hérna. Og þá byrja seinni hálfleikunina og Keflvíkingar byrja hérna með boltan. Nú erum við bara að vona að við fáum mark eða mörk í þetta leik. Ég vil nú senda vinkonum minni henni Ingibjörgu vænt shoutout, hún er heim í stofu og horfa á leikinn. En hérna kemur, það er dómarinn vill fá að spjalla við menn hérna. Og hann er hingað til ekki með lyftunum spjöldum, svo hann ætti það að eiga sig hér. Þið menn Vincents bara að róa sig. Það kemur Nacho. Rúnar fær hann en þá senda tilbaka á Sindra sem þarf að hlaupa til að ná í hann. Það koma Joey vinnur. Já, hann bolti fyrir yfir hann. Hann kemur Davíð. Hvað gerir Davíð? Hann kemur hérna. Sendir á Adam sem kemur með sendingu fyrir markið og skalli og Víkingar hreinsa frá. Andri Fannar stígur hann út hérna og Andri hérna kemur og sendir á Ara og hann sendir á Kían sem er með skotið og það fyrir stöngina og hvað gerist og Víkingarnir ná að hreinsa frá því lifa þetta af. Fínasta byrjunin á seinni hjá gestunum en Keflavík okkar mönnum. Rúnar vinnur boltan. Rúnar, hvað gerir Rúnar? Hann er komin í tegin og skot. Það brot og hann dæmir vítaspyrnu. Ég sá ekki alveg hvað gerðist hérna en hann er að dæma víti og fyrsta gula spjaldið komið til leiks. Hver tekur þessa vítaspyrnu fyrir Keflavík? Hver fer á punktinn gegn Brynjari Atla? Mér sýnist Joey Gibbs ætlar að fara punktinn. Þessi sinni áleikur byrja mjög vel hérna. Hvað gerir Joey Gibbs gegn Brynjari Atla Bragasyni? Honum myndi ekki leiðast að verja þessa spyrnu. Hann er úr Njarðvíkunum og Njarðvík og Keflavíkur. Hvað gerir Joey Gibbs? Hann tekur skotu og hann er að skora. Fyrsta markið er komið. Keflavík er komið yfir henni í Ólafsvík. Þegar seinni hálfleikurinn er 2 mínútna gamall. 1-0. Og Joey Gibbs að skora sitt annað mark á tímabilinu. Keflavík, Víkingur 0, Keflavík 1. Og fyrsta mark leiksins er komið. Mark Keflavíkur skoraði leikmaður með 23, Jósef Artur Gibbs. Ég sá ekki alveg á hvað vítaspyrna var dæmd en væntanlega eitthvað brot en ég veit ekkert hvort það var rétt eða ekki en og þá kom Víkingarinn á og Sindri sendir það bara út á bakvörðinn og Víkingar komið í pressu og það kemur Rúnar, hann fekk vítaspyrnuna, sendir á Adam sem sendir á Saxa Gibbs en Víkingarnir vinna boltan næstum en þá koma Keflvíkingarnir. Hvað gerir Kían Williams? Hann sendir tilbaka Adam ægir að skora annað markið og hann er rángstæður. Hefði verið köld vasstuska, tuska í andlitið á Víkingum hefði þetta verið komið 2-0 en við sýnist þetta hafi verið rétt. Og Sindri hérna í baráttunni við Samarano en Víkingarnir hérna, nei Keflavík var innkastið.
Kían hefði vantilega að vera rangstæður í markinu, þannig að kom að markinu og þess vegna þetta hefði tekið af. Keflavík að byrja hann að seinni hálfleik gríðarlega vel. Adam Ærina sendinguna á Rúnar sem kemur askvaðandi. Hvað gerir Rúnar? Hann fer fram hjá nokkrum og enda með boltan, sendir hann á Kían. Hann rangstæður aftur. Þetta miklu betra hérna. Þetta var alveg, þessi sinnaðleikur byrjar gríðarlega vel og Víkingarnir gera hérna Heimamenn gera þrefalda breytingu út af farið númer 8 Daniel Snorri Guðlaugsson, númer 16 Bjarki með Parkinsson og númer 20 Vítor Viera Tómas. Inn á koma númer 6 James Dale, númer 9 Harley Willard og númer 10 Indri Áki Þólasson. Áfram Víkingur! Víkingar gera hérna þrefalda breytingu og ætla að blása til sóknar. Indrið Áki spilaði hálftímanum í Keflavík á láni og Harley vilja spila með Víkingum í fyrra, hann fór til Fylkis og kom aftur í Víkina og þá kom maður hérna og hann reynir hérna, hann kemur sennilega tilbaka og fær boltan aftur, hann fer inn á teig. Hvað gerist núna? Og fín vörn hjá Keflavík, hérna þeir koma sér fyrir hann og hindra för hans. En nú mega Keflvíkingar ekki sofna á verðinum og gleyma sér, þá Víkingur getur refsað alveg leið. Þannig að hjólari frá Keflvíkingunum en Anton Freyr sendir bara tilbaka og ég held að það sé alveg ljóst að Víkingar munu selja sér virkilega dýrt hérna til að reyna að jafna þennan leik. Víkingarnir að reyna að hressast hérna. Kemur sendingin hérna og hvað gerist og Keflvíkingar hreinsa frá og Arthur Joseph kemur hérna að tínir hérna boltanum bara hérna í hlaupum en hann hefur Adam Ægi sem hann sendir á. Hvað gerir Adam núna? En Víkingarnir vinna boltan en Keflvíkingarnir setja strasspressu og það er brot. Og hann kom að hérna strax með góða bolta en á Harley, hvað gerir Harley Williams? Það setur mig fyrir markið og Keflvíkingarnir hreinsa frá í bili. Það kemur Indriði. Keflvíkingarnir vinna boltan, tapa honum og mikil baráttu hérna í Víkingunum núna. Davíð vinnur boltan, Joseph kemur hérna, Gibbs kemur hérna upp kantinn, finnur fín sending en Víkingarnir ná að koma sér út af og Keflavík á innkastið og boltinn tekið strax á Adam Ægi sem kemur. Sending góð fyrir markið og Víkingarnir hreinsa frá og Keflvíkingarnir Anton Freyr kemur svo út af, hefði á runnið og boltinn farið áfram, þá hefði hann verið eitt í gegn.
Langur bolti á víkingunum en Nacho Heras leysir úr þessu og það kemur hörð tækling en það er ekkert spjald, hann hefur verið mjög spar og spjöldudómarinn. Það er bara mjög gott, hann á ekkert vera að veifa spjöldum hérna á óþörfu. Það er bara nægja að tala um henn. Það er ekki með boltinn og góðu skalli og næstu því framhjá, eða næstu því marka en hann með skotið hérna rétt framhjá markinu. Ég byrst afsökunar á orðavali mínu en það er ekkert alveg hérna með á nótunum hérna til að byrja með. En fínustu 10 mínútur sem við höfum átt hérna. Og markspinna kemur. Nacho vinnur þetta og þeir víkingarnir komast áfram fram og Kían hérna þekkir þess að deild ágætlega þar sem hann spila með Magnaðinni fyrra. Kían kemur hérna frá bænum Leicester á Englandi og hann kemur flott skot og þeir eru með skotið inn yfir á stöngina og út af. En það mátti ekki miklu muna að Ólafsvíkingar hafa jafnað þennan leik. Mátti engu muna. Það fór í stöngina og út. Það fór inn yfir á stöngina og hann hefði getað bara farið inn og það mátti ekki miklu muna. Mörk breyta leikjum og það hefur svo sannarlega gert hér. Víkingarnir eru orðin töluvert hættulegri fram á við. Og mega Keflvíkingarnir ekki gefa þeim neitt. Því baráttan verður hörð. Það er vond sending frá Keflvíkingum en Andri Fannar hennar verst vel og Rúnar selur sér dýrt og skotið rétt framhjá hjá Gonzalo Zamorano. Það tekur skotið og skotið er rétt fram í markinu. Víkingarnir eru að banka henn á dyrnar og banka frekar fast. Koma Víkingarnir hérna og Keflvíkingarnir skalla það er mikið barð í loftinu en hann dæmir aukaspil á Keflvíkingarna og hann dæmir á Gibbs. Hann vill meina að við ítt. Koma hérna Víkingarnir og fínasta spil og þá kemur Gonzalo og hann hart tekist á. Það er með fínt samspil. Fínasta sending og Harley tekur á mótunum og sendur hann út á kant og það kemur sending fyrir markið og Sindri grípur þetta.
til Keflavík en hann fór á Keflavík út af. Komar hérna með aftur. Þeir hafa eiginlega bara tekið yfir leikinn svona fljótlega eftir annað markið sem var dæmt af Keflavík. Komar vel gert og fín vinnsla í Víkingunum og Keflavík er að vinna boltan að þeim og koma með háa bolta en þetta er bara léleg sending og Víkingur að fá innkast. Þá koma Keflavík með skiptingu. Það er Ari Steinn sem er að fara út af. Mér sýnist Adam Gestirnir gera breytingu út af leikmann nr. 8 Ari Steinn Guðmundsson inn á kemur nr. 9 Adam Árni Róbertsson. Adam Árni Róbertsson kemur inn á. Hann er nú búinn að skora 1 mark á tímabili líka. Hann gerði það á móti Aftureldingu. Þannig að kemur Gibson, vinnur vel og það er brotið á honum og þá er aukaspinna og annað gula spjaldi kemur hérna. Og hann sýnir gula spjaldið hérna á fyrirliða Víkinga. Hann eða Vignir. Já. Við lögum það bara ef að þá kemur aukaspinnan og það er Adam Ægir sem tekur hana. Hann kemur með fyrirgjöfina og Víkingarnir bara skall þetta frá nokkuð auðveldlega. Víkingarnir með snögga sendingu, vel gert hjá þeim hérna. Tekur á móti boltanum og rosalega kraftur fyrir fram hjá mannum og með skotið sem Sindri Kristinn Ólafsson bara gerir vel í að verja. Heldur boltanum síðan. Víkingar eiga á eina skiptingu inni og Keflvíkingar eiga 4 hérna. Ef þeir vilja nota hana. Fínast að Keflvíkingar komið með sendingu en komið með hana. Víkingarnir eru 2 í honum og hann er að leysa úr þessu vel gert en Víkingarnir á boltanum vel gert á þeim og koma fram en boltin fer út af. Vel gert í Keflvíkingunum, þeir hafa staðið svona versta þungan af Víkingum og þá koma Keflvíkingarnir hérna, sending fyrir markið en þeir hreinsa frá. Keflvíkingarnir vinna boltan hérna í kjölfarið og koma með sendingu en Víkingarnir ná honum og Keflvíkingarnir gera pressa allt sem þeir mögulega komast í. Fína. Koma hérna. Tapar boltanum og Adam Árni berst hérna boltan og
maðurinn á sendingin léleg og út af og kemur innkastið. Rúnar þá tekur bara innkastið strax og kemur Adam sem sendir á nafna sinn Adam Ægi. Adam Árni kemur með boltan, hvað gerir hann núna? Finnur Adam Ægi sem einn og kemur sendingu fyrir markið en Brynjar Atli grípur þetta. Leikurinn komin svona nett jafnvægi eftir og Víkingarnir að fá innkast. Koma sending fyrir markið og þeir kemur að skalla frá og Andri Fannar kemur boltan að Kía sem fer fram hjá þeim með nokkrum og svo brotið á honum og boltinn kemminga Dómar lætur hagnaði ganga í smá stund en sé síðan að kemmingin ná ekki að gera sér neitt úr þessu. Staðan í öðrum leikjum svo saman 1-0 fyrir IBF á móti Aftureldingu og svo 2-1 kemur Adam með langskot en það lélegt á framhjá markinu en Sanir ennþá Magnit 1 og fram 2, Leiknir Frákus fyrir 1 og Þór 2 og Leiknir Reykjavík og Vesturenda 0-0 og Grindavík vann Þrótt Reykjavík 1-0. Það koma fínt spil hjá Ólfsvíkingum og koma og hann tekur skotið og það skrúfast yfir. Sindri tekur markspyrnuna og þeir að vinna boltanvíkingarnir en Keflvíkingarnir fá innkast. Fínt hjá Adam að láta boltan bara fara það var vitlaust ekki innkast. Hvernig eru menn ennþá að klikka þessi í meistaraflokki? Það er ekki flókið að muna að þú verður að setja boltan alveg yfir hausinn þegar þú tekur innkastið. En sumt getur verið erfitt að muna en þá koma Keflvíkingarnir það kemur Sindri Þór, hann sendir en boltinn út af og Keflavík á innkast. Það koma Keflvíkingarnir það eitthvað samskiptaleysi en það rekur Rúnar áfram, sendir boltan á hann sem sendir hann á Joey Gibbs sem ætlar að taka mótun að senda hann til hliðar en Víkingarnir voru fyrir og hann heldur hann inn og vel gert en það var ekki farið sko. Hann náði að halda hann á línunni en ég er ekki sammála aðstoðardómaranum en það í gangi hérna. Já. En Keflavík á innkastið á mínum mati og okkar hann inn ekki rétt þetta innkast á það sem Víkingur var á línunni. Rúnar gerir hérna klárt og sendir hann Adam Árna sem sendir aftur á Rúnar sendir á Gibbs og hann með Adam Ægi hérna, kýs nota hann ekki, nota Davíð með sendingu nota Kamp á Sindra Þór sem tekur á mótunum og sendir fyrir markið og Brynjar Atli snöggur út og grípur þetta. Rúnar nær boltanum, hvað gerir Rúnar? Hann getur skotið og Víkingarnir fleygja sig fyrir þetta.
Keflvíkingar að reyna að ógna og reyna að ná marki 2 en Víkingur kasta sig fyrir þetta vel. Fín móttaka og það kemur inn á miðjuna og kemur fínt, það kemur Indrið, hvað ætlar hann að gera? Hann fer út á kant. Kemur hann á tegin og Keflvíkingar ná að vinna þetta. Fín barátta og Víkingar eiga hérna að Keflavík á innkast. Koma hérna á fínasta. Það voru smá hitaskur í hálfleik. Völlurinn fínu lagi en að koma Víkingar hérna. Fín sending, hann heldur sig inn og hann ætti að gera það og með fyrirgjöfinni en Keflvíkingarnir koma á sig frá. Fín sendingin og Arthur Gibson að berst og fær innkast. En það er nú pósthúsinu rétt hjá hann að bolti fyrir þangað þá þeir eru með hraðpósti suður. Davíð með snögga sendingu og fær boltan en að sendir á Adam Ægir sem er með fínt pláss en léleg ákvörðun hjá honum og Rúnar nær boltanum með sendingu fyrir markið og skalli en það er Rúnar Brynjar allir nær að það er ekki hægt að vinna þegar það er útspark. Keflvíkingar að vinna þetta og Adam Ægir hérna pressar og þeir senda boltan út af og Keflavík á boltan. Fínasta vel gert í Keflavík en Víkingur láta boltan bara fara tilbaka Brynjar sem sendir hann á næsta leikmann. Næsta móttaka hérna og sendingin inn að teiga Nacho Hera skallar þetta frá inn á boltanum og Keflvíkingar Adam Ægir fyrir fram að hendi en fær hann ekki. Vilja fá hendi en þá hann ekki en Keflvíkingar taka innkastið. Nacho sendir á Sindakristinn og sendir með nokk spark og Joey nær að skalla þetta áfram á Adam Ægir sem fyrir út á kant. Adam kemur og með fyrirgjöfina og næstum því og svo kemur sendingin fyrir markið en Keflvíkingarnir ná ekki boltan með Rúnar grimmur og fær aukaspyrnu. Hann fór í boltan. Keflvíkingar áræðinir hérna. Rúnar virðist eitthvað að hafa meitt sig og Súka þarf að kíkja inn á.
það var, já, markið sem Keflavík gerði áðan, það var Joe Gibbs sem gerir markið. Rúnar lappar út af hennar með Gunnar Sigurþór og býður bara leyfi til að fá að koma inn á. Vill væntanlega fá að taka aukaspyrnuna en Adam Ægir þarf að taka hana. Það kemur með sendingun á teiginn, skallið en Brynjar Atli grípur þetta. Og þá kemur Rúnar Þór inn á aftur og koma Víkingar með sendingun út á kantinn og ég sé ekki alveg hvað að gera núna en þá koma hérna sendingin á hennar teiginn en hún er of löng og Víkingarnir það er hornspyrna. Hornspyrnan og það kemur og það er eitthvað inn í teig og dómarinn þarf að láta hvernig þetta ekki alltaf og þá koma Víkingarnir kemur hornspyrnan hún er tekin stutt og Keflavík að hreinsa frá aftur. Fínn boltinn, Keflavík bjarga frá og Víkingarnir vinna boltan. Koma þær aftur með fínasta sendingina. Hann býður eftir Adami og Adam vinnur á hann boltan. Klauflegt hjá Víkingunum. Og það er brotið á honum og hann fær aukaspyrnu. Víkingarnir í stúkunni að saka Adama í leikaraskap. Koma aukaspyrnan og Brynjar Atli kýlir þetta út og innkast sem Keflavík á. En þá er einhverjir smá samstuð en vonandi eru ægimenn. Jú, þeir standa bara á fætur og áfram með leikinn. Kemur langt innkast á Rúnari og Víkingarnir hreinsa frá. Fín og Joey Gibbs með skot og hann fær boltan aftur með sendinguna og þá kemur skot á 2-0 fyrir Keflavík. Það er Rúnar Þór, þetta er Adam Ægir Róbertsson sem er að tvöfalda forskotið hérna. 2-0 fyrir Keflavík. Adam Árni Róbertsson með annað markið. Og það er 10 mínútur eftir þessum leik og staðan er 2-0. Það mátti gaman geta að löngu innköstur Rúnars ber ekki mikinn árangur þar sem leikmenn kunna verjast þeim annað en enska landsliðið fyrir 4 árum og 1 degi og liðin á EM. Það koma Víkingar að reyna að finna leið til að minnka munin til að gera þetta leik. Hvernig væri það nú? Þá koma Víkingarnir að
Hvað gerir Haraley? Hann fer á Rúnar. Binnur leið en hann fær hotspinnu. Staðan á Leikni Fáskrúsfirði og Þór er staðan 3-2 fyrir Þórsurum. En annars er staðan óbreytt annars staðar. Og sendingin hjá Víkingum ratar bara tilbaka á Sindra Kristensen. Tekur hann bara upp í rólautunum og þá komið keflingarnir inn að næstum því góð móttaka en hann missar hann út af og keflingarnir hreins aftur frá og fínasta framistæðina í dag hjá keflingunum og þá kom keflingarna. Hvað gerir Adam Árni? Fer hérna illa með 2 Víkinga og með skot í varnarmann og Adam Ægir tekur hérna boltan með sendingur fyrir markið og skalli og hann koma keflingarnir en hann kingsar boltan út af Kían hérna með tilraun en hann hitti boltan illa og boltinn sem sagt bara fer út af og markspila frá marki Víkinga. Spyrnan hún fer út af byrjunum alltaf, það þarf að markspilnunar hafa ekki verið góðar hérna í seinni hálfleik en þá koma keflingarna. Adam Árni finnur Kían en hann er ekki að halda boltanum inn á og bara markspilna. Markspilnan hún fer bara út af. Þá kemur boltinn að baka Sindra Kristensen sem þrumar frá. Þá kemur boltinn baka á Brynjar og hann tekur hérna spyrnu og í þetta skiptir Helsson inn á. Rúnar, hvað gerir Rúnar? Hann leitar tilbaka, snýr á boltinn er út af Adam Ægir nær ekki halda hann inn á. Fín vörn hjá Adam Ægi og brotið á Adam Árna. Aukarspennan tekin og Natsjó hann sendir á Anton Freyr. Boltinn er, já, Keflavík á boltan. Það koma keflingarnir að þeir pressa og Víkingar vinna boltan. Þá koma Víkingar hérna Natsjó nær brýtur og það er bara aukaspinna og með Líni Dómar sagt að þetta var gult. Jú, hann fær guldspjald fyrst í Keflinga í þessum leik og hann að fá Víkingar fínt færi til að ná inn marki.
þá koma Víkingarnir með aukaspinnu frá inn á markveginn en dómarinn er að það er eitthvað, hann er að fara að spjaldar varamannabekk Víkinga. Vantar að fyrir eitthvað tuð. Þá kemur aukaspinnan og hún ber bara í fangi á Sindra Kristín sem grípur þetta eftir að hafa legt henn á Rúnari. En það er engin skaði skeður en að það er bara áfram gakk. Sindri rekur með fram og neglir út. Adam fær boltann og hann kemur upp á kantinn og fíll snúningur á Adam en tapar boltanum en Andri hann vinnur hann og hann tekur skot og Brynjar grípur þetta bara auðvitað. Blikarnir leggur tilbaka á Brynjar og Brynjar finnur menn bara inn á svona nokkuð veginn að fjara út hérna. Víkingarnir ekki var líklegir til að koma með markina. Kemur boltinn á fínn bolti Víkingarnir á boltanum og ekki sinna boltinn hérna. Keflingarnir bara grimmir inn í vörðinni og Víkingarnir sömuleiðis grimmir hérna, hann vinnur tvær tanglarnir í röð og sending kemur en Sindri Kristín grípur þetta en tapar honum. Misti boltan en Víkingarnir senda boltan, Keflingarnir senda boltan út. Og þá kom innkast á Víkingum, þeir taka strax og eru komnir hérna. En það kemur ekkert hérna. Ræktu þessu en sendingin er eitthvað Víkingarnir á boltanum. Þá kom Víkingar aftur í sókn og senda þáttur tegin og Keflingarnir skallan bara til Adams og Adam með sendingu eitthvað. Hann vantar þessi draug en hann fann engan. Og Ólfingar eiga bara innkast. En minnst Keflingar var að gera breytingu hérna, það er Margeir sem klárar hann. Það verða tveir að fara að koma inn á. Keflingarnir á boltanum hérna. Andri Fannar. Kemur Davíðsnær sem er á skotinn í varnarmann Víkings og Andri Fannar nær ekki boltanum og þá kom Víkingar hérna. Kemur hérna koma hérna með sendingu en er rangt innkast og Víkingum og Keflavík á boltan. Víkingasveitin hefur valið mann leiksins, þar að þessu sinni leikmann nr. 7 Ívar Reynir Antonsson. Við langur bolti Adamægir nær honum. Já, hann nær honum með, nei, hann nær honum. Andri Fannar vinnur boltaninn á kemur og Víkingarnir koma inn á með skot en það beint á Sindra Kristín sem grípur þetta bara tiltölulega auðveldlega.
koma keppningarna. Það ennþá hraði í Sindra Þór sem bara hvað ætlar hann að gera? Hann sendir á Adam Ægi, hvað gerir Adam? Adam skorar 3. markið. Það 3-0. Keflvíkingar bara keyra yfir Víkingarna í seinni hálfleik. Víkingur 0, Keflavík 3 og þá gera Keflvíkingar tvöfaldaskiptingu hérna. 3-0. Frábær seinni hálfleikur hjá okkar mönnum. Það byrja Víkingarnir hérna. Dagur Ingi. Fullskuður. Það Helgi og Dagur Ingi. Sáðu það ekki? Keflvíkingarnir hérna hafa gert breytingu og Dagur Ingi og Helgi kom inn og það Adam Ægir og Joey Gibbs sem kom fyrir út á. Adam Ægir kveður Ólafsvík með marki. Já, bæði lið eina skiptingu eftir. Ég held að eftir á þá held ég að það verði engar skiptingar gerðar. Og það komin í upphaldstíma. Fínasta fótavinna frá Rúnari en Dagur Ingi kemur boltanum á hann. Það gerir Rúnar brotið á honum og hann fær aukaspinnu. Einhvern sem peningur komin í þetta. Það gerir Dagur Ingi, hann fær að taka þessa. Komaðurinn á kemur með háasendingun á teginn, hann nær honum og það gera hann núna. Hann reynir skot og það bara yfir og yfir framhjá. Staðan í IBF og afturðin í IBF 1-2 fyrir Eyjamenn. Og þá komur Keflvíkingarna, það gerist núna. Adam Árni skora 4. markið, takk fyrir. 4-0. Það engin miskunn frá okkur Suðurnesjamönnum. 4-0, litla veislan. Keflvíkingar ætla ekki að gefa neinu toppsætið. Það verður góð heimferðin fyrir heimamenn, eða gestina hérna. Og hann flautar af bara Keflavík skorar hérna 4 í seinni hálfleik. Og nýtir hérna bara færin sín og með að við Keflavík TV þökkum hérna fyrir okkur, þá ætlum við bara að þakka Ólafsvíkingum fyrir tengina leik og leið bara óskum við ætlum við að bara óska liðin okkar góðra heimferðar og Víkingum hérna ætlum við að óska góð gengis í næsta leikjum. Takk fyrir okkur og næsti leikur okkar Keflavíkur verður á móti Leikni Reykjavík í næstu viku. Ég þakka fyrir mig.